Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 98 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem ég frekar góður í að gera, en á sama tíma, fyrst ég svona góður í þessu, þá verð ég frekar lélegur í því sem ég ætla að gera. Þannig að þetta einhvers konar paradoxa eða allavega eitthvað sem frekar furðulegt og mögulega vitlaust. En þetta að búa til kerfi. Ég hef búið mér til svo mörg kerfi til þess að undirbúa það sem ég ætla að fara að gera. Ég get sett mér upp áætlanir og skipulög og plön það hvernig ég ætla að ná að gera einhvern mjög stóran hlut og þá yfir mjög langan tíma. Ég mjög snöggur í að finna hagkvæma lausn, að komast að því hvað ég þarf að forgangsraða eða frekar hverju ég þarf að forgangsraða. Því þarna eru margir mismunandi hlutir sem þarf örugglega að gera, sem þarf að koma saman í ákveðna röð og þá röð af þeim hlutum sem ég ætla að gera. Að ég geri einn hlutin fyrst og svo þennan þar á eftir, af því það var mikilvægast að gera fyrsta hlutin fyrst. Þetta heitir að forgangsraða. Og mér finnst það ágætlega einfalt. Og eins og ég segi, ég nokkuð góður í því að vita hvað þarf að gera fyrst þannig að annað gangi betur. Og þannig næ ég oftar en ekki að vinna hlutin hraðar heldur en hægar. Allavega hraðar og betur en ef ég hefði ekki búið til þetta kerfi. En fólk eins og ég og fólk sem svipað mér eyðir kannski svo miklum tíma og vandar sig svo mikið við að gera þessar áætlanir að þegar áætlunin komin á sinn stað, það búið að gera alla vinnuna til að undirbúa vinnuferlið sem á að fara af stað, að maður geti hugsað sér að manni finnst það bara nóg. Það fór svo mikill tími og metnaður í það að búa til þessa áætlun að mér líður eins og ég hafi náð þessum áfanga. Allavega náð einhverjum áfanga og látið það verða nóg. Að maður setji upp þessa flottu áætlun og svo vegna einhverra sálfræðilegra ástæðna enda maður á að fylgja áætluninni ekki eftir. Ég að segja ykkur frá þessu sem einhvers konar játning og einhvern veginn að ná að segja það upphátt við sjálfan mig að ég þarf kannski að bæta mig í þessu. Nú ég bara búin að lýsa þessu svona hugmyndafræðilega á þess að koma með neitt dæmi. En eitt dæmi þetta þegar ég ákvað að reyna að læra frönsku. Ég hafði of mikinn tíma og þurfti að gera eitthvað við hann og ég var eitthvað pirraður á því eða langtíma frústreraður á því að ég
kynni ekkert rómanskt mál. Öll þau tungumál sem ég hef stundað eða lært eru germönsk og eru þess vegna nokkuð lík hvort öðru, allavega hvað varðar uppruna orða, röðun, setningamyndun og málfræði eiginleika. Ég hef aldrei þurft að pæla í einhvers konar framtíð sagna eða þessum beygingarmyndum sagna sem eru miklu fjölbreyttari heldur en finnast í germönskum málum, allavega en á íslensku. Og þetta var ekki fyrsta tungumálið sem ég hef ákveðið að reyna að læra sjálfur. Ég hafði lært ýmislegt það hvernig væri sniðugt að læra mál, hvað maður þyrfti að hafa í huga og hvaða tæknir finnast. Það er mjög sjaldan að við tölum tækni í fleirtölu og mér finnst næstum því skrítið að segja tæknir. Ég er ekki viss að það sé einu sinni til. Allavega er það yfirleitt fleirtölu orðið tækni. En allavega, ég gat þá sett mér upp rosa ákveðið kerfi það hvernig ég ætlaði að læra frönsku. Ég vissi að ég gæti örugglega aukið leshraðan minn með því að læra algengustu orðin. Og ég vissi að það væri sniðugt að búa til einhvers konar minnismiða kerfi, svona eins og flashcard kerfi, sem fæli í sér einhvers konar endurtekningu og þó samkvæmt ákveðinu endurtekningar kerfi. Að það líði ákveðið margir dagar á milli minna tilrauna til að læra ákveðin orð. Þannig ég fór og bjó til þetta kerfi. Ég notaði forrit sem ég hafði ekki notað áður en langaði að prófa. Ég bjó til þessi spjöld stafrænt í þessu forriti og náði að finna einhver tól á netinu sem var hægt að tengja við þetta forrit þannig að það væri hægt að búa til svona endurtekningarkerfi. Þannig þá var ég búinn að afgreiða hvernig ég ætlaði að læra orðaforðan og ná að byrja að lesa betur. Því þó þetta séu vissulega flest allt saman samtengingar og óákveðnir og ákveðnir greinar og svoleiðis, það var mér að fara að líða eins og ég gæti lesið meir og skilið fleiri hluti í texta, þó ég vissi varla hvað orðin sjálf eins og nafnorðin og sagnorðin þýddu. Þannig þetta var mjög gott kerfi til þess að láta mér líða eins og ég væri að læra eitthvað. Og svo var ég komin með kerfi það hvernig ég ætlaði að reyna að læra málfræðina og búin að forgangsraða þeim málfræði atriðum sem ég ætlaði að ná að vinna úr með því að vinna hægar í því og gera meiri vinnu í hverju viðfangsefni áður en ég færi í það næsta. Sem sagt að læra ágætlega hratt með því að læra hægt og gera eitthvað í langan tíma og oft. Þannig ég var allt í einu komin með ágætlega gott kerfi til þess að fara að læra þetta mál. Það tók mig einhvern tíma að búa þetta til og ákveða hvernig ég ætlaði að eyða þetta miklum tíma á dag og vera alltaf á þessum tíma dags að gera þetta. Og á endanum var ég mjög sáttur. Og svo byrjaði ég að fylgja kerfinu eftir. Og það endist í kannski 3 daga.
áður en ég missi út einn dag af því ég var of upptekinn eða gat það ekki einhverra ástæðna vegna, og þá var ég komið með allt of mörg orð uppsöfnuð í endurtekningarkerfinu mínu, og þá var komið svo mikið viðnám til þess að ég færi að halda áfram að mér fannst það of mikið að byrja ef ég hafði bara korter en ekki klukkutíma til þess að gera eitthvað. Og á endanum féll þetta kerfi alveg. Og ég man ekki þann dag í dag hvernig þetta kerfi leit út í rauninni, nema bara þá vinnu sem ég lagði í að búa það til. Þannig þetta er ekki nógu gott, því markmiðinu var með engu móti náð. Ég hafði lagt of mikla áherslu á að búa til skilvirkt kerfi, þannig að mér var orðið meir sama það hvernig ég ætti svo á endanum að fylgja því eftir. Þannig fór það, og í dag kann ég litla sem enga frönsku. En hvernig er þá hægt að bæta þetta? Hvernig er hægt að laga sig þannig að maður nái að forðast þessi mistök sem ég hef gert allt of oft ævina? Eftir að hafa kennt íslensku í nokkurn tíma núna og sé það hvernig nemendum mínum gengur og hvernig mér tekst að hjálpa þeim áfram, og við það að bera þeirra reynslu saman við það sem ég hef gert í mínum eigin lærdómi eða vinnu, eins og bara í tónlistarvinnu, þá er ég búinn að meðtaka það að það er ekkert skilvirkt að læra hratt. Ef maður er of skilvirkur og of sniðugur og að flýta sér of mikið og að ætla sér að gera of mikið í einu, þá tekst manni miklu minna, af því maður nær ekki að verja jafn miklum gæðatíma í að gera það sem maður hefur í alvörunni, bæði í stóru myndinni og í smáu myndinni í augnablikinu, áhuga á að gera. Við lærum ekki það sem við höfum ekki áhuga á að læra. Ef okkur finnst ekki mikilvægt að læra hlutin, þá munum við ekki muna hann. Það er þess vegna sem við erum svona léleg í því að læra nöfn, nema þeir sem vita eða finnst það sjálfum að það sé mikilvægt að læra og muna nöfn annarra. Þannig kannski er það að ætla sér að vera svo sniðugur og svo snöggur að læra mikið þversögn. Kannski þarf maður einmitt að læra það hægt, því maður hefur ekki næga athygli og nægan áhuga til að læra of margt í einu. Þannig það er eitt af því sem ég er farin að skoða núna þegar ég bæti mig og reyni að hugsa betur það hvernig ég bý til mín kerfi. En svo er líka hitt að mögulega er ekki sniðugt að fjárfesta of miklum tíma og áhuga í að búa til fullkomið kerfi strax. Kannski á maður bara að gera eitthvað lítið. Setja upp einn stakan hlut sem maður ætlar að gera og heldur að maður geti gert áfram í lengri tíma. Þannig að það sé minna viðnám við það að byrja að gera þá vinnu sem maður ætlar að reyna að byrja að gera, eins og að læra tungumál eða stunda líkamsrækt eða hvað sem þú ætlar þér að gera, og komast svo að því eftir einhver tíma, kannski 2 vikur, 3 vikur, 4 vikur, 2 mánuði, að kannski er kerfið ekki fullkomið, en það væri hægt að laga það
með þessu eða þessu ef maður prófar þessa litlu breytingu. Ég hef þurft að læra þetta af mistökum mínum og skilja það að ef þú fylgdir kerfi eftir og gerðir eitthvað sem virkaði svo ekki á endanum, þá þýðir það ekki að þú sóaðir tíma. Því svo lengi sem þú varst að gera hlutin, samkvæmt þessu kerfi sem svo virkaði ekki, þá varstu allavega að gera hlutin. Það næstum því hægt að segja það að allur sá tími sem þú verð við að gera þann hlut sem þið langar að gera betri og mikilvægara og árangursríkara heldur allur sá tími sem þú varst ekki að gera hlutin sem þú ætlaðir að gera. Það hljómar rosa sjálfsagt, en pældu í því hvað ég hef sóað miklum tíma við að gera eitthvað annað heldur en þann hlut sem ég ætlaði að gera. Eins og að stunda lærdóminn sem ég ætlaði mér að gera. Ég var bara of upptekinn við að búa til kerfi, að gera forvinnu og enga raunvinnu. Þannig já, ég allavega að reyna að standa mig betur. Ég veit ekki hvort þið tengið við þessa upplifun, en mögulega og vonandi eitthvað í þessu sem að getur gagnast ykkur og hjálpað ykkur í því sem þið eruð að gera eða ætlið ykkur að gera. Ég ætla þá ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta. Og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.